Bankakerfið ekki of stórt og það engin þörf á utanaðkomandi aðstoð, var meðal þess sem sagt var íslenska hagkerfið á árinu sem að líða. Umræðan efnahagsmál var fyrirferðarmikil í íslensku þjóðfélagi á árinu sem að líða. Í fjölmiðlum má segja að það hafi verið tveir hópar, annars vegar þeir sem leyfðu sér að efast íslenska efnahagsundrið og svo allir hinir. Það verður fjallað nánar þessa umræðu í þættinum Svipmyndir af innlendum vettvangi, þætti sem verður í sjónvarpinu á gamlárskvöld, en rifjum hér upp nokkur ummæli frá árinu sem að líða. Byrjum á orðum fyrrverandi formanns Framsóknarflokksins, orðum sem hann lét falla á Alþingi miðjan janúar. Óveðurský hrannast upp í íslenskum efnahagsmálum, sá himinn sem var til skamms tíma heiður nú þungbúinn og dimmur. Útlitið var hægt og bítandi að versna, verðlag hækkaði og miðjan mars tók krónan dýfu. Vandræði á alþjóðlegum fjármálamörkuðum höfðu áhrif á viðkvæmt ástand hér heima. Skellurinn núna miklu stærri í krónum talið eða sem hlutfall af landsframleiðslu heldur en það sem við höfum upplifað áður. Þetta eins og að gagnrýni sem að stundum heyrist, já, að bankakerfið sé orðið og stórt fyrir íslenska ríki, en ég tel ekki að svo sé. Og hugmyndin að Ísland þyrfti mögulega á aðstoð að halda frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum komst á kreik í júní. Allt tal það að Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn þurfa að koma hingað með einhverjar björgunaraðgerðir, það held ég að sé standist enga veginn og sé bara svona tal út í vindinn. En við vorum líka minnt á að velmegun síðustu ára hefði að stórum hluta byggst á ódýru lánsfé. Og þessi lán hafa farið til þess að kaupa hlutabréf og það mesta hlutabréfabóla sem hefur orðið til. Hlutabréf verið sjöfaldaðist á 5 árum. Fasteignaverðið hækkaði, við höfum byggt hverfi, þannig að maður keyrir út hverfin og sér hverfi sem maður aldrei séð áður. Og einkaneyslan hefur verið gríðarleg. Ástandið á alþjóðlegum fjármálamörkuðum varð verra og verra og traustið á íslensku bönkunum minnkaði með degi hverjum. What is the Central Bank of Iceland doing? What are the Prime Minister doing? Nobody in the market really understands what they're doing. The fact that they haven't done anything to help the banks rather suggests that we might even be moving into a policy-driven default situation and nationalisation of the bank. Mér finnst þetta makalaus umræðli og hjá svona virtum fjárfestingabanka og það hvarflaði að mér tíma hvaða annarlegu sjónarmið búa þarna að baki því að þetta á ekki við nein rök að styðjast. Það var tilkynnt efnahagsaðgerðir, gjaldeyrislán í byrjun september og blásið í glæður bjartsýni. Það váboðar og við eigum að taka mark á þeim, en það ekki skollið á neitt óveður. Það ljóst að það ákveðin markaðsbrestur að verða, það mjög mikill gjaldeyrisskortur í landinu. Það stutt í að bankarnir geti ekki sinnt þörfum atvinnulífsins með þann gjaldeyri sem að atvinnulífið þarf á að halda. Daginn eftir var Glitnir gerður að ríkisbanka. Landsbankinn og Kaupþing fylgdu svo í kjölfarið.